Góðan dag. Vaxandi áhersla er lögð á að samræða sé notuð sem kennsluaðferð í skólum. Í þessu erindi ætla ég að útskýra nokkrar af ástæðunum fyrir þessu. Samkvæmt aðalnámskrám allra skólastiga á Íslandi er það markmið menntunar að efla þá hæfni sem gerir fólki kleift að taka virkan þátt í samfélaginu og lifa farsælu lífi. Þegar við tölum hæfni sem markmið menntunar erum við ekki að tala þekkingaratriði eða einfalda leikni sem hægt er að þjálfa í skólum. Við erum að tala að skólastarf eigi að móta hugarfar, vilja og siðferði einstaklinga. Móta þá inn í það lýðræðislega samfélag sem aðalnámskrám er ætlað að þjóna. Það er mikil áskorun að skipuleggja skólastarf sem þjónar þessum háleitu markmiðum og augljóst að það starf þarf að vera fjölbreytt og virkja nemendur á allan mögulegan hátt. Þegar rýnt er í áherslur aðalnámskrá á leikgrunn- og framhaldsskóla má sjá meðal annars að skólastarf á að efla virðingu nemenda fyrir sjálfum sér, öðru fólki og umheiminum. Í skólanum á að móta hugsun og efla frumkvæði og sköpunarkraft barna, að efla samhygð og félagsfærni barna, þá sömuleiðis að efla almenna námshæfni þeirra, það er færnina til að afla upplýsinga og vinna úr þeim á fjölbreyttan hátt og nota þær til að skilja heiminn. Það er að segja, skólinn á að efla hæfni nemenda til merkingarsköpunar. Það er ekki til einföld leið til að vinna að þessum markmiðum með börnum, en leiðirnar eru til og þegar skoðað er hvað skilar bestum árangri, þá renna mjög mörg vötn til kennsluaðferða sem byggja á einn eða annan hátt á samræðu nemenda. Hvort sem það heitir leiðsagnarnám, sókratískar málstofur, hraðstefnumót eða fiskabúrssamræður, allt eru þetta kennsluaðferðir sem byggja á því að nemendur eru þjálfaðir í að spyrja gagnrýninna spurninga, hlusta hverjir á aðra og rannsaka hugmyndir með því að tala saman. Það er nefnilega svo margt sem gerist í samtölum og samræðu nemenda og bandaríski kennarinn John Spencer dregur það mjög vel saman í þessari mynd. Samræða virkjar áhuga nemenda og forvitni. Hún sýnir þeim að hugmyndir þeirra skipta máli og í því felst mikilvæg valdefling og undirbúningur fyrir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Samræða gerir kröfu hlustun og tillitssemi og er því öflugur vettvangur fyrir þjálfun í umburðarlyndi, samhygð og félagsfærni. Og samræða gerir kröfur athygli, einbeitingu, vandaða hugsun. Hún verður að vera öguð ef hún á að vera tæki til náms. Í samræðu verðum við að geta rökstutt mál okkar og verið óhrædd við að bæði spyrja og segja skoðun okkar. Að lokum er mikilvægt að nefna það að hjálpa öðrum að skilja það sem talað er er sérstakt verkefni og viðfangsefni í samræðu. Samræðan hefur nefnilega ekki bara félagslegt hlutverk, heldur er hún líka mjög mikilvæg til að byggja upp skilning þátttakenda og þetta getur verið skilningur nemanda á sjálfum sér, öðru fólki eða þeim hugmyndum sem teknar eru til umfjöllunar. Samtal og samræða eru mikilvæg í námi því þar fá nemendur tækifæri til að heyra eigin hugmyndir, fá viðbrögð við þeim og skapa í eigin huga þær tengingar sem nauðsynlegar eru fyrir dýpri skilning á orðum og hugmyndum. Í samræðu eru nemendur að þjálfa sig í að beita og nota tungumálið. Þegar þeir læra ný hugtök getur samræða við skólafélaga verið besti vettvangurinn fyrir nemendur að máta sig við hugtökin og fá tilfinningu fyrir því hvernig þau eru notuð og skilning á merkingu þeirra. Til að skilja mikilvægi þess sem ég kalla hérna dýpri skilning, þá er gott að hugsa aðeins betur hvernig við förum að því að efla hæfni nemenda. Við gerum það með því að vinna jöfnum höndum að 3 víddum náms, grunnnámi, djúpnámi og yfirfærslunámi. Grunnnámið er mikilvægur byrjunarpunktur og felst í að kenna nemendum þann orðaforða, þekkingu og leikni sem nauðsynlegt er að hafa tök á til að geta byggt upp skilning á nýju viðfangsefni.
Rannsóknir á skólastarfi á Íslandi, til dæmis Quint-rannsóknin, sýna að í íslenskum skólum unnið nokkuð vel að þessum þætti og til fjölbreytt námsefni sem miðast við grunnnám nemenda, til dæmis lestrarbækur með verkefnaheftum. Djúpnámið er meiri áskorun fyrir kennara á Íslandi og það talsverð þörf á starfsþróun til að efla þennan þátt kennslunnar. Djúpnámið snýst að hjálpa nemendum að skoða hugmyndir í ólíku samhengi, mynda tengingar til að ná dýpri skilningi á viðfangsefninu. Í djúpnáminu mikil þörf á að veita nemendum vitsmunalegar áskoranir, en rannsóknir á kennslu í íslenskum skólum sýna að þær af skornum skammti og því veruleg tækifæri til umbóta í þessu samhengi. Spurningin hvaða kennsluaðferðir geta hjálpa kennurum að vinna betur að þessum þætti aðkallandi og það þar sem samræða til náms kemur mjög sterk inn og við skoðum það betur á eftir. Djúpnámið að lokum mikilvæg forsenda fyrir því að vel takist til í yfirfærslunámi nemenda, þar sem þeir yfirfæra þekkingu sína á leikni á nýtt samhengi og nota hana í samhengi við aðstæður eða viðfangsefni sem hafa beina tengingu við raunverulegt líf nemenda utan skólans. Það í yfirfærslunáminu sem við höfum bestu tækifærin til að sjá hvaða hæfni nemendur hafa náð tökum á og þegar ég líti við fréttir af starfi skóla á Íslandi þá sýnist mér þessum þætti víða vera mjög vel sinnt. Skapandi skil, stór samþætt þemaverkefni og þátttaka barna og ungmenna í mótun samfélagsins verður sífellt meira áberandi. En ástæða getur verið að staldra aðeins við og spyrja hvort of hratt sé farið af stað í yfirfærslunám af þessu tagi án þess að vinna nógu vel að djúpskilningi nemenda fyrst. Ef það gerist, hefur það áhrif á niðurstöður stóru verkefnanna. Yfirfærsla nemenda verður á takmörkuðum forsendum. Við ættum því að hugsa hvort við getum gert meiri kröfur til nemenda okkar við slík skil með því að vinna betur að undirbúningi í grunnnáminu og djúpnáminu. Grunnnámið ekki ómerkilegra en djúpnámið eða yfirfærslunám. Þvert á móti það nauðsynleg forsenda fyrir hinum stigunum. Þegar við skipuleggjum skólastarf og viljum að nemendur nái góðum árangri í náminu mikilvægt að við gætum jafnræðis milli allra þriggja þáttana og skiljum hvernig við getum beitt ólíkum námsmarkmiðum til að vinna að þessum ólíku vitum náms. Og eins og ég nefndi áðan þá sýna rannsóknir eins og Quint okkur að við þurfum að kenna betur til djúpnámsins. Guðmundur Engilbertsson, kennari við Háskólann á Akureyri og læsisfræðingur, hefur tekið saman þennan lista yfir kennsluaðferðir sem rannsóknir sýna að hafi mikla fylgni við árangur nemenda í djúpnámi. Listinn byggir á rannsóknum John Hattie og félaga hans sem hafa rýnt í ákveðin kennslusvið eins og til dæmis Fisher og Frey sem eru leiðtogar í læsisfræðum. Bekkjarsamræða sú aðferð á þessum lista sem sýnir mesta og langmesta fylgni við djúpnám nemenda. En ef maður skoðar aðra aðferðir á listanum á glærunni þá má sjá að þær eiga margt sameiginlegt með samræðukennslunni. Að mínu mati eru samræður regnhlífarhugtak yfir alls konar öflugar kennsluaðferðir þegar kennari stýrir þeim á réttan hátt. Ef við drögum þetta þá saman, af hverju ættu kennarar að leggja áherslu á að þjálfa nemendur markvisst í samræðum og nýta þær sem kennsluaðferð? Markmið samræðu að efla greinandi hugsun og dýpri skilning, djúpnámið. Samræðan virkjar áhuga nemenda, hún valdeflir þá með því að gera hugsun þeirra að sýnilegu og mikilvægu viðfangsefni. Samræða eflir hlustun og samhygð, tjáningu og hæfni nemenda til að miðla hugsunum sínum og verja þær fyrir árásum. Samræðan stuðlar að djúpnámi og auknum námsárangri almennt. Hún ýtir undir ýmis gildi sem eru mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, ábyrgð, jafnrétti, virðingu fyrir fjölbreytileika og ólíkum skoðunum og síðast en ekki síst verður að nefna að samræða nemenda þjálfar rökhugsun, ályktunarfærni, gagnrýna og skapandi hugsun.
Hér eru nokkrar af þeim heimildum sem ég studdist við þegar ég var að setja þetta litla erindi saman. Takk fyrir hlustunina.